Já, við hjá gítarskólanum erum nýbúin að íta úr vörð þessu ukulele grunnnámskeiði sem byggir á 13 kennslustundum eða svona einingum og mér langar að þakka fyrir að gefa þið tíma til þess að kíkja á þetta með okkur. Við bara vindum okkur í þetta. Þá eru þetta, eins og sé, 13 kennslustundir og við erum að fara yfir 22 hljóma. Það sem við erum að fara yfir svona alla þá helstu hljóma í grunnstöðu og eins og sér hérna hvaða hljóma við erum að fara yfir alla þessa hljóma hér, alla mólhljómana hérna og 7. hljóma og auk þess náttúrulega fara yfir öll þessi grunnatriði, hvernig að stilla hljóðfarið, hvernig að halda hljóðfarinu, hvernig er svona gott að mynda tónana og svo erum við að fara yfir talsvert mikið af lögum. Við erum að fara yfir 22 hljóma, við erum að fara yfir 12 lög allavega, 12 eða 13 og ef við sýnum þið svona hvernig þetta byggist upp þá er þetta byggt svona upp í þessum tímum þannig að við förum til með hérna, getum við sýnt þér hérna svona mismyndi stærðir svona á ukulelum, þetta ekki bara allt sama þó þetta sé yfir svona minni hljóðfæri þá eru til ákveðna típur af þeim og við förum yfir þessi grunnatriði. Nú eins og hérna bara strax í fyrsta tímanum þá förum við hérna hvernig að stilla hljóðfærið og þá erum við að nota ákveða app í það hann á að sé og getum við sé hvernig það er að virka hérna. Hann er nokkur réttur, það getur sagt bara sett bara átó. Svona fínt. Og svo þegar við erum komin hérna strax í tíma 2 þá byrjum við að spila þá hljóma sem við kunnum. Við byrjum á C-dúr í fyrsta tímanum og svo í öðrum tímanum þá erum við komin yfir í G-dúr líka og þá leikum okkur hérna með gamla nóa sem er þá C og G. Nú svo bætist bara í þetta, það er fleiri hljómar, fleiri lög og ef við skoðum til dæmis hérna þetta lag hér, Engan segla fór utan vind að förum svona þess inn í myndbandið. Þá sést svona áslátturinn hvernig við erum að spila hljómana og svo eru nótunar hérna hægra megin. Svo fyrir neðan eru nótnablöð eða svona hljóma með hljóma táknum þannig að það eru veldur fyrir okkur að fylgja því og svo þar fyrir neðan svo er þetta að sækja hérna nótunar þannig að maður getur annað prentað út eða haft þar á töfluskjánum að sér eða iPadinum eða hvað sem er. Svo hérna fyrir neðan eru 4 útgáfur af þessu lagi til dæmis og það er af öllum lögunum eru 4 útgáfur og það sem stendur hérna er nafnið á laginu og síðan stendur plus mel, það er melody, það er laglínan og svo er 86 BPM, það er beats per minute og þetta eru 86 lög á mínútu, þetta segir henni hversu hratt lagið er og þannig að það sem stendur plus mel, það er þá með laglínu og mínus mel, það er ekki laglína þannig að það sem er fyrir neðan í þessum lista er yfirleitt það sá hraðalaginu sem að við ætlum á endanum að ná en það er ágætt að byrja á þessari röð þannig að við skoðum til mest bara þetta lag og byrjum hérna bara efstu línunni svo hér þá er laglína með og þetta er tiltölu hægt svo þegar við erum búin að ná tökum á þessu þá förum við bara í næsta og það er engin laglína við getum það æft okkur á laglínunni eða viljum eða þá bara æft okkur á hljómunum nú, svo erum við komin hérna í hraðan sem við ætlum að ná þannig að svona förum við gegnum öll þessi lög og svo hér í endan eru svona yfirleitt hljómana alla sem að vera búin að fara yfir og
og hérna fleiri lög og það er nóg að taka, þannig að Það er alltaf að skoða lag sem hitt. þakka þér fyrir að gefa þér hennar tíma til þess að kíkja á þetta með okkur og ég vona að þú sláist með í hópin. Skráningar bara á gítarskólinn.is og bara hlakka til að fá þig með.